Heil og sæl. Þetta þátturinn milli himins og jarðar og í dag ætlum við að spjalla hvernig það sé kannski að vera ekki eldri borgari, heldur heldri borgari á Íslandi, eins og ég vil oft kalla það. Þó ég ekki búin að fá viðmælanda sem að tilheyrir þeirri virðulegu stétt að vera eldri borgari. Heldur ætlum við, ég og viðmælandi mín í dag kannski svona ræða mikilvægi þess að við sem samfélag, ég tala nú ekki við svona sem tilheyrum yngri kynslóðunum, hlúum að eldri kynslóðum, sýnum þakklæti í verki fyrir það að þau hafa lagt grunninn að framtíð okkar, skapað aðstæður sem eru góðar hér á landi fyrir okkur og svona, já, bara skila drjúgu dagsverki, að við séum meðvituð það gagnvart eldri kynslóðum þessa lands og að við sjáum til þess að þau eigi ánægjulegt ævikvöld og að þau búi ekki við einangrun, kvíða eða annað slíkt sem að væri kannski hægt að koma í veg fyrir og breyta bara með aðstæðum, með fjármagni og með góðum vilja. Hingað til mín hef ég fengið konu sem að þið þekki vel og hún heitir Helga Möller og hann er þekktust sem söngkona. En við ætlum ekki sérstaklega að ræða það. Við erum allan ekki að fara að ræða Eurovision. Velkomin Helga. Takk fyrir það. En það er samt gaman að segja frá því, sko, að þegar þessi þáttur tekin upp þá sem sagt að þetta er á 50 degi þar sem að seinni undanúrslitakeppnin í Eurovision og mér finnst það mjög töff að fá Helgu Möller þá tíminn í viðtal. En svo þetta líka afmælisdagurinn hennar, bara þannig þið vitið á því. Og ég að nálgast þennan aldur sem við erum að tala. Já, annars mér finnst það eitthvað svo ótrúlegt að sko, þú veist, ég sé bara fyrir mér að þú verði síung, sko. Ég næði ekki og það er kannski akkur þess að við ætlum að ræða. Ég sé einhvern veginn ekkert fyrir mér að þú verður einhver eldri borgari, skilurðu, en það bara stefnir alveg í það. Ég er 59 ári í dag, sem sagt, 12. maí, sem við erum að tala saman núna. Já. Og þegar ég hugsa það, að þegar ég var svona 30-40, þá spáði ég ekki í það að ég yrði einhvern tímann gömul. En núna þegar ég er orðin 59 ára gömul og ekki nema 8 ári að ég verði löggilt gamalmenni, þá fer ég að hugsa hvað þessi tími þarna er búin að vera alveg ofboðslega stuttur og hvað ævin er í rauninni mjög stutt. Já. Og þá fór ég líka að hugsa ég kvíði pínu fyrir því að verða heldri borgari eða fullorðin manneskja, gamalmenni. Vegna þess að mér finnst ekki nógu skemmtilegt að verða gömul. Nei. Það er kvíðvænlegt eins og þú varst að tala um. Vegna þess að fólk getur til dæmis ekki valið það að fara bara á elliheimili og vilja vera þar 20-30 ár bara vegna þess að það vill búa með sínu jafnaldrum, það vill vera í kór og vera í föndri og fá sér hvítvín og rauðvín á kvöldin, jafnvel eina jónu. Nei, ég sagði þetta ekki. Já, fólki að 68 kynslóðin gæti vilja taka upp þráðinn kannski. Já. Á þetta vera alls saman bannað. Það er eins og við þurfum að ganga í batóm aftur. Já. Við þurfum að breyta þessu kerfi. Það er kvíðvænlegt í dag að fara á hjúkrunarheimili vegna þess að hjúkrunarheimilin eru fáliðuð. Og hvað gera þegar það er fáliðað? Þeir gefa fólkinu lyf og þetta kannast ég við. Þú átt reynslu svolítið, kannski þú segir okkur bara strax frá því að þú varst búin að segja mér frá því áður að þú átt svolítið reynslu af því með þinn föður. Segðu okkur aðeins frá því. Sko, pabbi minn var 90 ára gamall þegar hann fer á í hvíldarinnlögn og í kjölfari fékk hann einhvers konar greiningu sem við áttum okkur ekki á þá að hann eiginlega varð að fara á hjúkrunarheimili að þeim var búin að fá greiningu sem slíkt. Mamma vildi ekki að hann færi á hjúkrunarheimili en það var svolítið lagt hart að því að hann færi þangað. Samt bjuggu þau í raðhúsi við Hrafnistu í Hafnarfirði. Hinum megin við götuna var Hrafnista og hjúkrunarheimilið. Vegna þess að þau urðu hrædd við það að hann fengist ekki slíka þjónustu ef þau sagðu nei í 3. eða 4. skiptið, þá var hann sendur hérna yfir. Hinum með við göttuna og spáir í það í staðan fyrir að fá þjónustu yfir og bara gera þeim ævikvöldið auðvelt þannig. Þau gætu líka verið saman. Já, gætu verið saman og mamma var bara meira og minna alltaf inn á hjúkrunarheimilinu. En það sem sló mig mest var það að það var fáliðað og hann var ekki sáttur, hann var leiður,
hann grét, hann svaf illa og hvað gert? Það eru gefin lyf. Og til dæmis ætlaði hann eins og hann hafði alltaf gert, ætlaði að fara fram úr og fara á klósettið, þá dettur hann og hann slasa sig. Við það missir mamma algjörlega alla öryggiskennd og vildi bara fá hann heim. En það var ekkert svo auðvelt mál að gera það. En við lögðum á ráðin, fjölskyldan. Þið deyið ekki ráðalaus? Við deyjum ekki ráðalaus, við vorum búin að ákveða þetta. Nú kemur spennusaga. Nú kemur spennusaga, sko. Og meira þess að ég var að læra að skrifa sögur og ég skrifaði smásögur sem að heitir Flóttinn af Elliheimili. Já, akkurat. Nákvæmlega. Gamlingi sem fór út úr gluggan, var það ekki eitthvað bók, metsölubók? Jú, það er metsölubók og mjög góð. Ég kannski skrifa eitthvað tíman meira en smásögu þetta mál. Það var allavega á þessum tíma, var þetta með mjög hugleikið. Já. Nú, ég sagði við pappa, sko pabbi, ef þú ætlar að koma aftur heim, þá verður þú að koma hérna fram úr með mér og ganga. Vegna þess að hann var bara sestur í kör, hann kom í hjólastól, lífið var bara að fjara út hjá honum og hann var bara að, þú veist, bíða eftir dauðanum. Þannig þetta svolítið á þessum hjúkrunarheimilum af því að það er Þetta verður svo veikur líka, þetta verður svo veikur til að komast loksins inn, að það eru allir svo veikir. Allir svo veikir. Og þú kemst ekkert inn, jafnvel þú sett á henni 94 ára og þess að saga þín önnur, þá kemst ekki inn á elliheimili eða hjúkrunarheimili. Jæja, nema pabbi sem sagt fer með mér í göngutúr í göngugrindinni og ég bara píndi hann áfram og það tók mér svona viku og hann var farin að geta gengið aftur í göngugrindinni. Þá fékk hann helgarlyfi. En hann kom aldrei aftur heim. Við stálum honum elliheimilinu. Við stálum honum og við fórum með hann heim. Og sko í rauninni af því að mömmu leiði svo illa með þetta. Ef að hann hefði dáið þarna, hún hefði aldrei fyrirgefið sér það. Já, hún fylltist þá svolítið svona sektarkenndi yfir því að hafa hann þarna sem að hafa hann þarna, en hún vildi ekki hafa hann þarna. Hún vildi fá að hugsa hann sjálf, þótt að það væri orðið erfitt fyrir hana. En hann lifði í rúman hálfan mánuði viðbót og þá dó hann, en heima hjá sér, í rúminu sínu. Og það eiginlega bara, vil ég meina, vildi mömmu minni til lífs, að hún enn á lífi í dag. Og þetta, sko, þetta vekum hjá manni, sko, spurningar. Getum við ekki haft þetta einhvern veginn öðruvísi? Getum við ekki líka gert það þannig að við búum til heimili fyrir fólk sem það getur komið og búið þar þegar það vill fara inn á slíkt heimili. Köllum það ekki elliheimili, köllum það dvalarheimili. Já, akkurat. Ég held að þetta sé, sko, málið það, bara þannig að því sé haldið til haga að það snýst ekki gæði, sko, starfsfólksins sem að vinnur inn á þessum stofnunum, því það er náttúrulega ekki fólk sem er að vinna þetta út af peningunum, heldur af bara umhyggju og hugsjón og annað slíkt. Það er fáliðað og þar kemur bara samfélagsleg ábyrgð, bara samfélagsins í heild, ekki bara stjórnvalda, þó við verðum auðvitað þrýst á þau að leggja meira fé í þetta, heldur kannski líka okkur að sýna þessu málaflokki áhuga. Og þá kannski komum við að öðru að getur það verið að samfélag okkar sé að þróast þannig, það bara, gamla fólki ekkert sýnilegt. Þannig að þetta verður svolítið svona gleymdur málaflokkur bara hjá okkur sem yngri erum. Já, og líka vegna þess að við erum bara að eldast. Við erum bara að verða fleiri sem að verðum fullorðin. Ég meina við megum eiga von á því að börnin okkar verði 100 eitthvað ára. Léttilega. Við líka. Við lifum heilbrigðara lífi, við hreyfum okkur meira. Já, þetta er bara þróunin og við verðum að taka á því núna. Og kynslóðin sem er að taka við til dæmis af því að ég er svona á seinni árunum og sem er að taka við að mér verður að hugsa, ég verði einhvern tímann gömul eða gamall. Hvernig vil ég hafa þetta þegar ég er komin á þennan aldur? Það þýðir, það er ekki hægt að hugsa það, þú ert komin á aldurinn og þess að það eru seint. Þú eru að gera það núna. Leggja grunninn. Þú veist, unga fólkið þarf að vera meðvitað pappa sinn og mömmu, afa sinn og ömmu og gera þeim lífið þannig að bæði í kærleika og virðingu, virða það að þetta fólk er það sem laði grunninn, eins og þú varst að segja, sem er bara nákvæmlega máli. Já, það er bara algjörlega þannig. Og svo verðum við þetta fólk sem að lögum grunninn áfram og svona fara kynslóðirnar áfram. Og við viljum
að öllum líði vel, ekki bara börnunum á leikskólunum, ekki bara við sem í vinnu og annað, heldur líka þessu eðal fólki sem að við eigum að hlúa vel að. Og líka virkja, sko, virkja eldri borgara meira og líka, ef maður bara hugsa það, þú sko segist þú eru 59 ára og mér veist þú bara kornung kona, en ef maður hugsa það, bara maður horfir á fjölmiðla í dag, glansblöðin og allt þetta, það ekki oft sem að maður sér viðtöl, það nú ekki forsíðu viðtölu konur sem komnar yfir 60. Akkurat. Sem að í rauninu alveg ótrúlega vegna þess að það það kannski akkurat konurnar sem hafa frá einhverju að segja, skilurðu, að við bara hugsa til þess móðu mína sem orðin áttræð, ég meina hún man eftir sér sko þegar seinna stríðið braust út sko, eða þegar því var að ljúka öllu heldur, þá fór hún að muna eftir sér, hún að segja mér alls konar sögur frá sokkabands árum sínum í Reykjavík sem alveg ótrúlega skemmtilegar og spennandi, en þessi kynslóð aldrei í blöðunum eiginlega. Nei. Það kannski farið að tala við einhverju sem verður 100 ára, skilur, því að, þú veist, hvernig liður hollu lífi, það svona klísuspurningin, en ekki, þú veist, að fá að vita, þú veist, tíðarandan og þreifa á honum í gegnum þetta fólk sem sko, þessu fólki sem lifði alltaf 20. öldina, skilur, þetta ekki smá sögur. Við getum líka, þú veist, við getum, bara við notum hugmyndaflug, getum við notað, kannski ekki gott orð, nota gamla fólki. En við getum nota gamla fólki til svo margra hluta. Við getum til dæmis leyft þeim að vera inn í grunnskólum. Akkurat. Að gera eitthvað þar, gangaverðir eða taka sér einhvers konar barnapössun, komin á leikskólana. Við getum sameinað leikskólana á elliheimilin með því að þau borði einu sinni í viku saman. Bara inn á elliheimilunum. Ég bara svona einn og einn leikskóli, það er svo margt sem hægt að gera til þess að tengja þetta. Mér fannst líka mjög góð hugmynd þegar að, sko ég veit ekki, þegar að gamla fólki fekk að hafa ketti og hunda og svoleiðis, en það er náttúrulega ekki allir sem geta verið meðslíkt og sem með ofnæmi og svoleiðis, þetta er kannski ekki góð hugmynd, en ég meina var ekki verið að koma með kindur og alls konar. Jú, ég veit á Hlíð og Akureydvalarinn í Hlíð, þar hænsna, var hænur í kofa, hænsnakofi og ýmislegt, þetta er en það er kannski líka sniðugt að sameina það með börnum, vegna þess að þetta er pínu barnaleg hugmynd, ekki alveg vissum að fullorðið fólk myndi hugsa býtu, við erum mál gömul, við erum ekki konið barn. Nei, og það skiptir líka máli. Það er eins og móðir mín segir sem var hann 8 ára, hún segir að hún fer í svona dagvist, hún segir, og fyrst fólki sem hlúir þar að henni bara uppturlópa yndislegt, en hún segir, rosa fyrst mér erfitt þegar ungt fólk segir, jæja vinan, viltu ekki fara, og hún segir bara, ég er bara 6 barna móðir sem er bara búin að bara lifa fjölbreytta ævi, skilurðu. Mér finnst þetta skrítið, segir hún. Já, þetta er skrítið. Ég man eftir því ég kom einhvern tímann til pabba og vorum að fá okkur kaffi og þá spurði stúlkan, vill hann meira kaffi? Og ég sagði, hann situr inn við hliðina þér, viltu ekki bara spyrja hann? Og það bara, pabbi kímdi bara. Alveg með kollinni í lagi, hann bara orðinn gamall maður. Ég held að þetta sé vegna þess, þetta er hugsunarlaus. Já, og ég held að þetta sé líka vegna þess að við erum svo fjarlægðin. Þegar einu sinni bjuggu kynslóðnar saman, skilurðu, bara í gamla íslenska bændasamfélaginu, þannig að börn ólust upp með gamla fólkinu einhvern veginn. Og sváðu jafnvel með þeim í rúmi og allt saman. En tíminn er alltaf ekki renna frá okkur áður við tölum bara málana, sem er svo dásaleg saga, sem þú sagði mér. Þú varst að gefa út lag sem fjallar þetta efni, ellina og virðinguna fyrir eldri borgurum. Segðu okkur aðeins frá tilurð þessa lags. Já, þannig var að fyrir ári síðan hafði samband við mig japansku listamaður sem heiti Ryuichi Higuchi. Já, Gucci. Já, eitthvað Gucci. Já. Og erfitt að muna þetta nafn. Já. Ég man aldrei hvort það er Higuchi eða Ryuichi Higuchi, en það er svoleiðis. Bara Gucci. Gucci, það er mjög gott að muna það. En hann hafði samband með mig í gegnum hana Miyako Þórðarsson. Þau voru vinir, hann hafði komið hingað til lands og spilað hér á tónleikum, meðal annars þetta lag sem ég var að gefa út á íslensku. En hann hafði fengið portugalskan texta og lét þýða hann yfir á japansku og var svo ofboðslega hrifinn af boðskapnum í textanum. Hann gerði þá lag og fór yfir 147 borgir í Japan til þess að miðla boðskapnum sínum. Síðan biður hann Miyako að skila til mín að hann vilji að ég taki að mér að vera næsti boðberi þessa boðskapar
sem sagt Íslandi fyrsta landi fyrir utan Japan sem að flytja þennan boðskap. Okay. Og ég einhvern veginn tengdi þetta svolítið við pappa og reynslu mína með hann. Þannig ég sagði bara já, ég geri þetta með glöðugeði. Og ég sem sagt fekk Þorstein Eggertsson til þess að gera texta við sem sagt eftir þýðingu Miyako. Afburðagóðan texta. Og síðan hófst ferli sem tók heilt ár. Og sko oft á tíðum var ég alveg að gefast upp, ég hugsa bara ég á ekkert að gera þetta er bara eitthvað vitleysa, eitthvað annar sem átt að taka þetta að sér eitthvað. Vegna þess að við ætlum bara aldrei að koma laginu á vínil, eða ekki vínil, eða bara í spilun. Já. Vegna þess að við tókum það til dæmis 3 sinnum upp í rangri tóntegund. Ok, og það ekki svo að vera að byrja að syngja í fyrra? Nei, og það ekki eins og ég veit ekki hvar ég ligg með tónin, skilurðu. Nei, það eru 3 skipti. Síðan voru veikindi sem kom upp bæði hjá mér og hjá fiðluleikaranum. Þorsteinn Eggertsson, hann segi aldrei tekið að mér erfiðara verkefni en að búa til hennar texta. Ég bara, þú veist, mér langar svo að vanda mig, mér finnst þetta æðislegt verkefni og þú veist, svo gerði hann texta og hann skilaði mér textanum, ég fyrir í stúdíó eina ferðin enn. Það var ekki hægt að syngja texta. Vegna þess að ryþminn þetta passaði ekki saman. Orðin passaði ekki saman við ryþmann. Þannig að hann fikk textan aftur og það tók svolítið tíma að gera það. Fyrir utan það, hann hafði gleymt að gera viðlagið. Ok, hann hefur gert nokkra texta gegnum tíðina. Hann hefur gera 100 texta, þannig að þetta var líka mjög skrítið. Allt í lagi, textinn kom og við byrjum að vinna í þessu og síðan kemur desember. Þá var mér boðið í samkvæmi hjá japanska sendiráðinu í tilefni afmælis keisarans í Japan. Okay. Þar heldur hún ræðu japanski sendiherrann og segir meðal annars að Ísland og Japan eigi sem sagt afmæli. Það eru 60 ár síðan að Ísland og Japan hófu samstarf á milli landa. Þá alveg ding, lagið átti ekki að koma neitt fyrir út, fyrir núna. Nei, ekki 2015 heldur 2016. Akkurat, Þannig að núna er lagið komið út. Og hvað ég mun gera við það er svolítið hulið. Þú ert búin að frumflytja það? Ég er búin að frumflytja það í Hjarðarholtskirkju og ég valdi Hjarðarholtskirkju í Dölum af því að pabbi var sendur þangað 3 ára í fóstur þegar mammans lést af slysförum. Og svo er líka Anna Eiríksdóttir prestur, hún er vinkona mín þarna í Dölunum. Og þetta er einn fallegasta kirkja sem ég komið í og ég er búin að syngja nokkrum sinnum hana. Og þannig að við erum búin að því. Og degi aldrara, uppstigningadegi. Já, völdum þann dag. Ég var líka búin að missa af þeim degi í fyrra, skilurðu. En mér fannst einhvern veginn þessi dagsetning passa svo vel við. Og vera svolítið svona tákgræn. Og svo ætlar að koma í Akureyrarkirkju, 19. júní. Ég ætla að koma til þín og við ætlum að vera með svona messu. Við ætlum að vera svona messu. Ætlar ekki að hafa kvöldmessu? Jú, kvöldmessu, klukkan 8 og þú syngur lagið og segir kannski svona aðeins sögu lagsins og ég tala og innihald textans líka, sem er afskaplega falleg og lagsins komst á brenn. Hann er mjög fallegur. Hvert er svona, bara í fáum árum inntak textans, hver er rauði þráðurinn í textanum, myndirðu segja? Þetta er til dæmis í mínu tilfelli er þetta kona, móðir, sem er að tala til barnanna sína. Japaninn, Ryuichi, hann kallar þetta bréf til minna kæru barna. Tegami þýðir bréf á japansku, en hjá mér heitir þetta tegami bréfið. Og innihaldið er það að þessi gamla kona er að biðja börnin sín að skilja breytingarnar sem verða þegar við verðum gömul. Við förum að endurtaka sögur, eins og við gerðum í gamla dag fyrir börnin okkar. Við förum eiga erfitt með að klæða okkur, reima skóna og jafnvel þurfum við aðstoði það. Og það er alls konar svona hluti sem er verið að minna á að við höfum þolinmæði fyrir. Vegna þess að í hraðan þjóðfélagsins höfum við ekki þolinmæði fyrir þessu. Það er alveg, ætlar hann ekki að fara að klára að reyna skóla? Á ég ekki að hjálpa þig pabbi minn, þú veist? Ég hef alveg gert segja þetta gæmi til dæmis móðu minni sem er áttræð, einmitt þetta að því að bara, ég man hana hvernig þegar hún var alveg
í fullu fjöri, sko, skilur, og þá gleymi ég stundum, já, hún hafi elst og þá bara sýnir ekki skilning að hún hægar í hreyfingum og fer hægar yfir. Ég get orðið alveg bara, af hverju fer hún ekki hraðar? Og þetta svo þarf ég alltaf að tala mig til við þau. Þú veist, þú ert eftir að vera svona líka, skilur. Við verðum svona. Þú veist, þú ert eftir að rýrna og hægjast á þér og, vonandi eftir að rýrna. Við erum alltaf til í það. Við erum alltaf til í það, sko, það getur orðið mjög góð fylgiskur. En það er gott að hafa svona smá aukafóra fyrir 11 ári. Það er akkurat þess að ég hugsa, þú veist, ég gæti alveg verið gerði, en bara því ég veit ég eftir eldast og þá hef ég aðeins utan á mig, sko. Já, það annars fyrir okkur bara kalt og svona eitthvað, þú veist. Já, líka þá gamall í andlitinu og svona. Já, ég veit að þess vegna er maður svona slimt. Það er svo passunars í framan. Þetta er allt útpælt í okkur. Þetta er allt útpælt. En sko við viljum fá að eldast með virðingu, er það ekki? Það vilja það allir. Jú, það vilja það allir. Já, og við viljum sjá að það sé borin virðing fyrir pappa okkur og mömmu, af okkur og ömmu og af því að við viljum fá þessa virðingu þegar við verðum orðin gömul. Algjörlega. Við megum ekki gleyma þessu. Það hafa gullnu regluna í þessu, allt sem við vilja að aðrir menn gjöri, þið skuli þér og þeim gjöra, þetta er bara útgangspunkturinn, sko, í öllum mannlegum samskiptum. Já, nákvæmlega. Helga Möller, dásamlegt að fá þig og fá þig í heimsókn hingað norður. Á afmælisdaginn, spáðu það. Sólin skín og svona heilsar Akureyri glaðlega. Já. Þú ert líka svo mikill sólargeisli. Takk fyrir það sömuleiðis. Og við kveðjum hérna af Kaffi Laut og sjáumst aftur. Reyndar, það voru síðasti þátturinn næst fyrir sumarfrí.